Sko, díóða, einsettur loki, svona eins og vatn svona og hérna ef plusinn kemur hérna með þá opnast hún og hérna hleypur hann ekki af þessu. Ok, þetta er bara svona. Þetta er rásum sem við gerðum hérna og við notuðum ampermæli bara í spennugjafanum til að mæla og hér er díóð og hér var voltmæli settur yfir þetta. Svo breyttum við spennunni hérna, hún hækkaði og lækkaði, þetta er spennan við díóðuna hérna, hún hækkaði hægt og rólega. Og þið finnið út hvernig það byrjar að leiða. Já, hérna var eitthvað pera, já. Það er ekki pera í sérju við þetta. Jú, hérna var pera. Svona, það er X í hring, það er pera. Þetta hér er pera. Og þegar að fólk kom að smá týra á ljósið, þá skrifuðu spennuna hér yfir og strauminn, svo hækkuðu spennuna aðeins meira og fengum meiri straum, hækkuðu spennuna meiri straum og kollakolli. Þannig að þegar það var 0,78 volt yfir díóðuna, þá byrjaði þetta spjald hér að opnast og straumurinn fór að leka renna hér í gegn. Og hún opnaði sig við 0,78 volt þessi tegund af díóðu. Og síðan hérna notið þessi gögn hér, þar að segja að þetta spennan er ásinn hér og þetta hér í straumurinn, það er ásinn hérna. Og við 0,78 volt byrjar hún að leiða og þar að segja hér er 0, hér er engin straumur og hérna títur á svona uppströymurinn. Þetta er svona cirka kennilínan. 0,7 volt, þá byrjar straumurinn að fara í gegnum hana. Þetta er kallað kennilína díóðu. Þannig að þetta er svona fyrsta blaðið og þetta er svona lykillinn að því að skilja díóður. Það þarf að vera ákveðinn þrýstingur yfir þær. Svo spjaldið opni og það er í kringum 0,7, rúmlega 0,7, þá opnar spjaldið og það byrja að leiða. Og þrýstingurinn þarf að vera í rétta átt inn í það. Þetta eru svona litlir svartir hlutir, svona smá stubbur með stríti hér og þetta er katóðan. Hérna, hún leiðir það plús hér, þá leiður hún. Ef plúsinn er hinum megin, leiður hún ekki. Hérna á ég mynd af díóðunni, má sjá. Hér er mynd af svona díóðu. Og hér er mynd af ljósdíóðu. Ok. Og þetta var það sem við gerðum fyrst. Það var að gera þess að hérna tilraun og tekna þetta graf og átta okkur á því að þegar spennan er ekki nógu há, þá er engin straumur, það er 0. Það er bara lokuð. Ég tímdi til að svo gormurinn opnist, þá þarf 0,78 volt að þrýsting á hann og þá opnast hann. Og svo bara er hann opinn eða spennan er hærri en það. Þetta kemur fram hérna svona. Og hér er bara ljósið, smá týra og meira ljós og kollakolli. Ok? Þetta var sem þetta blað hérna. Og nú tökum við bara næsta blað. Ég renni bara í teiknum allir þessi blöð. Og svo á smá hraða. Og næsta blað þá voru einhverjar spurningar, sjá hvernig þetta er. Svona. Á blaði 2, þá teiknið þið grafið upp og hér eru spurningar og það eru númeraðar. Og í 2 þá byrja ykkur að snúa díóðunni við, þar að segja þá myndur þú snúa svona, hér er peran og hér er plúsinn og nú spyr ég, kemur ljós á díóðuna? Og svarið er nei. Það er að segja, ef hún snýr svona og hér er peran og hér er plús, þá leiður hún 0,7 volt yfir hana en annars bara leiður hún, en hér leiður hún ekki. Þannig að í 2 þá er nei við báðum. Svo hækkuðu spennuna hérna úr pluss 12 voltum í 30 volt og hún leiðir ekki heldur. Hún er alveg lokuð. Þetta er svarið við 2. Það er nei og nei. Nei og nei. Og svo í 3 þá er það grafið. Við vorum það hérna áðan. Þetta hérna. Það er bara svona. Hérna upp í 0,7 volt. Og í 4 við hvaða spennu yfir sig byrja díóðin að leiða straum. Og það sáum við bara á töflunni, þannig að 4, það eru 0,78 volt, hér byrjar hann að leiða. Þegar hérna eru yfir hana 0,78 volt eða meira, þá leiðir hún.
En spennan verður aldrei mikið meira, hún fyrir mest upp í 0,83 hún verður aldrei hærri. Það bara fyrir meiri sömur gegnum á fleygiferð en spennan yfir hana verður bara kringum 0,7 alltaf. Og svo byggum við að finna nafni á díóðinni og hún hét 1N4007. Og þau googluðu hana og funduðu út að hún þolir í hindrunarátt, það vil segja spennan sem er hérna megin má það fara upp í plus 1000 volt áður en hún opnar sig. Þetta er PIVAF, þetta því Peak Inverse Voltage eða hámarks öfugspenna, hámarks hindrunarspenna. Og svo fundum við líka út að hámarksstraumurinn gegnum hana hérna, I max var 1 ampere. Það sumum þetta sýtunum var 1,5 en 1 ampere er bara fínt. Og þau getur lentið því að vera svona í hlut og þau þurfa að kunna að lesa á hann og googla og finna og lesa út hvað hann þolir í straum og hvað hann þolir í spennu og kolli. Þannig að þetta var blaðsíða 2 og svo blaðsíðu 3, þar er samt að dæmi 7 og þar bið ég ykkur að ná okkur í fjölsviðsmæli og stilla hann á díóðutest. Þessi mæla þeir eru með misjafnir. Suma þeirra þurfið að stilla á sem sagt ómælingu og það geta verið 2-3 mælingar í þeirri stillingu. Og þá þurfum að fara að takka og ít og takka og þurfum að fá upp á mælinn. Hér er mælirinn sem stillir á óm eða díóðu eitthvað svoleiðis. Og hér í displayinu þurfum við að fá upp myndina af díóðunni. Svona, þá er díóðumæling. Og þá tengjum við hér í common og hérna í plussin að vaffið og ómið og allt það. Og hér er það díóðan og þá myndum við snúa svona í leiðandi átt. Það hyggjum pluss út og hér er 0. Og núna lesið þið hér af 0,57 waff. Þetta því volt. Þegar 0,57 volt yfir hann þessa díóðu, þá byrjar hann að leiða örlítið og mælirinn hann skynjar það og gefur ykkur upp spennuna hérna. Svo snúið díóðunni við og þá er hann í hindrunarátt og þá fáið þið hérna OL. Það eru open line, það er eins og að sé ekkert hér, það er að segja, hún mælir engan straum í gegnum hana. Og þá er díóðunni í lagi, það er að segja, ef þið mælir spennu sem er í kringum, þú veist, hálft volt eða rúmlega það, þá leiður hún og snúið henni við og engin spenna og hún opnar sig ekki neitt, þá er díóðunni í lagi. Hún er einstefnuloti, leiðir í aðra áttina, ekki hinna. Þannig í 7 þá sem sagt, já, og svo, já, þetta þýðir einfallega að hún fer að leiða við 0,57 volt og þetta er open line. Og svo spyr ég hér á hvað stillið þið mælinn til að mæla díóðu og þið stillið mælinn á, þetta heitir bara, ég bara kalla bara díóðumælingu. Díóðumæling. Svona, þá þurfum við að hafa merkið að díóðunni hérna í displayinu. Ok? Nú erum við búin að fara yfir fyrstu 3 blöðin sem er venjuleg afreiðsdíóða. Næsta blað sem er bara 1, þannig 2, það er ljósdíóðan hérna, leddið. Og hérna þurfum við að tengja, það er að segja ljósdíóða, við förum núna í 3 díóður. Afreiðsdíóðu, sem við vorum að fara yfir núna, ljósdíóðu og svo kallega senerdíóðu. Ljósdíóðan er þannig, og hér er mynd af henni, þessi rauða hérna, og ljósdíóðan er sem sagt svona plast, svona með 2 fótum, lengri fóturinn er pluss, minni er mínus og hér er svona flöt hlið og hún er teiknuð, alveg svo með díóða, með svona 2 pílum frá sér, þetta er ljósið. Það eru til líka ljósnæmar, þegar pílan snýr hún inn, það þýðir að hún skynjar ekki birtu á hana, en þessi gefur birtu frá sér. Og þetta er alltaf, þessar ásýr, þessi ljósdíóða, það er þola yfirleitt yfir sig hérna, 2 volt yfir sig og ekki meir en 20 milliampere í gegnum sig. Þannig að við þurfum alltaf að búa til rásir fyrir þær, þá erum við með spennugjafa hérna og eitthvað viðnám hér
og svo ljósdíóðana hérna og þetta viðnám hérna það takmarkar fjölda rafeinda í gegnum hana þannig að hann fari aldrei yfir meir en 20 mA. Og í þessu dæmi hérna þá byrja ykkur að búa út svona rás og hérna spenningargjafi hann 12 volt og við þurfum að reikna hvað til stórstila með hérna. Ef að hérna yfir ljósdíóðana, ef að yfir hana eru 2 volt og straumurinn hinn gegnum hana 20 mA. Og hérna svona, ég sé ekki að sé trikkið en þið þurfum átt ykkur á því að spennan í viðnámi hér, hún 10 volt. Það bara sjáið þið með því að þið vitið að þessi spennuföll 2, þess að rásin í raun viðnám svona og díóðan hér og hér pluss 12 volt og hér 0 og þið vitið að hér eru 2 volt hérna yfir, þá vitið þið að hér eru 10 volt. Af því að þessar tvær spennur samanlagðar eru 12 volt. Ef hér eru 2 volt þá hér 10. Ef hér eru 10 þá hér 2. Þannig að þetta verður bara að sjá þetta út. Og hér 20 mA, hér niður og þau eru líka hér. Þetta raðtengd rás og þá sami straumur inn alls staðar. Og vandamáli hjá mörgum ykkar að breyta þessu yfir í amper. Ohmsmálið, það svona U hérna, deilt með I sinnum R, svona. Og nú vitum við U, spennuna, hún 10 volt, straumurinn, hann 20 mA. Og það finna R-ið, þetta hendir yfir R, R jafnt og R, viðnám, jafnt og U deilt með I. Þetta hendir yfir þann stað sem ykkur vantar R-ið, svona, svona. Og þetta jafnt og 10 volt hérna og þetta þarf að vera í amperum. Og þá tökum við þessi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Þessi 3 hérna, þau heita milli, næstu 3 heita mikró og við erum bara í milli. Hér amper. Ef þetta væri, segjum bara 7 amper, þá bara 7 hér og svo bara 0. En 20 mA og tökum við töluna 20 og stingum henni hérna í. Og það að segja, hérna væri 1 mA, hérna væri 10 og hér væri 100. 20 þá bara 2 hér, þetta eru 2 og hér 20. Þetta þá 0,02 amper. Þetta eru 20 mA, þetta hér milliampere svæði hérna. Þannig að hér undir 0,02 amper sem eru 20 mA. Og út úr þessu fáum við svo eitthvað viðnám. Og þetta eru 500 ohm. 2 upp í 10 eru 5 og 2 0 hérna, þetta eru 500. Þannig að viðnámið hér, þetta heitir R1, resistor viðnám, R1, resistor nr. 1, R1, þetta var R1 þetta, jafnt og 500 ohm. Og svo byrði ykkur að tengja rásuna upp á brauðbretti og hérna að mynda því hér, þetta er bara mynda á þessari rás á brauðbrettinu. Og þá þurfum að finna viðnám og þið fundu viðnám sem var 470 ohm og þessi rás bara setja hana upp á brettið og þið notuðu hér samsagt 470 ohm af því að það er ekki til 500 ohm og svo bara ykkur að mæla spennuna hér yfir og spennuna hér yfir og þið mælduð flest 10 volt og 2 volt hérna. Þannig að svörin hérna á þessu leddið, svörin á leddinu, 1 það 470 ohm, það viljum að þið finnið. Spurning 2, hver stórt þessi, já fyrir ekki þetta hérna 2, svona, nummer 1 var að tengja rásina. Nummer 3, mæli spennuna yfir R1 og leddið og R1 hérna jafnt og 10 volt og díóðan, D1 jafnt og 2 volt. Og í 4 þá spyr ég mælið í strauminn í rásinni og þetta ampermæli hér í rásina, rjúfi rásina
og breytið fjölþjóðsmælunum ykkar í hérna ampermæli. Hann svona sem þetta mælir ykkar, svona, display hérna og svona til að snúa og hér eru pirrandi fyrir plokkana. Nú færið þið própin hérðan sem vaffið hérna á það og færið hann hingað yfir í amper hérna. Amper hér og svo tengið þið bara annan vírinn hér í og hinn vírinn hérna í. Nú fer alltaf rafmagnið hér gegnum mælinn og út aftur og áfram hérna. Og mælinn telur fjölda rafeinda sem eru hér á ferðinni og gefur ykkur svarið upp í amperum og þið fengur 0,021 amper eitthvað svoleiðis. Það er 21 milliampere. Þannig að 4 hér er 21 milliampere. 21 milliampere sem er jafnt og 0,021 ampere. Þið verða að hafa þetta á hreinu, þetta milliampere dót og ampere dót. Það breyta fram og tilbaka. Og svo í 5 notið spennuna sem mælduð yfir R1 og ströyminn sem mælduð og reiknuð út stærð viðnámsins. Og býttu nú við. Já, þá sem sagt notum við þessar tölur hérna, spennuna og þetta hér og það er þá bara 5 hérna. R1 er jafnt og U deilt með I sem er þá jafnt og 10 volt sem er spennan yfir R-ið deilt með þessum stöðum sem mældum hérna 0,021 og það fáum út ekki með reiknivélina. Þetta er cirka 400 og eitthvað, 400 og eitthvað, 80 ohm eitthvað svoleiðis sem við svipaði vorum með, við vorum 170, ég er ekki með vél til slávitun og 6 er reiknistærð svipuð og hérna mælduð, eða ætlið að fá, svarið þar er já. Með því að skoða strauminn hér sem þið mælið og spennuna sem þið mælið hér, þá fáið þið út svipað viðnám eins og þið settuð í, 470 ohm. Og svo hafið það svona óbreytta hérna og ég bið ykkur að lækka og setja voltmæli, þá setjum við hérna núna voltmæli hér yfir, hérna, voltmæli hér yfir og þið mælið spennunni yfir hann og minkið spennuna hérna, svona, takkið hérna niður og við hvaða spennu við díóðuna leddið hættur hún að loga. Og þegar spennan er komin í 1,65 volt, þá hættir ljósið að koma, þá slokknar á henni. Þannig að við 1,65 þá rétt sést ljósið, það svona kemur á og fer, við spennuna hér yfir það. Þannig að þetta var eiginlega það sem við ætlum að gera með ljóstíðuna. Ég ætla að fara og ná mér í reiknivél og reiknandi út. Hingað aðeins. 10 volt deilt með 0,021 og 476 ohm hérna átt að vera. 476. Þá er hérna þessi, þá eru 2 blöð hérna sem er senarinn. Þetta og þetta hérna. Og hérna sem sagt teiknum við alveg eins rás og vorum að gera nema að sendióða þannig dióða að venjulegt hérna þetta líðuritt var svona hérna 0,7 volt leiðir hér en senirinn er þannig að við notum bakspennuna hérna og hún er búin til þannig að spenna brotnar hérna við ákveðna spennu og við vorum með dióðu sem byrjaði að leiða í öfuga átt við 7,5 volt. Hún hét bara dióðan hét B, Z, X, C, 55, C, 7, VAF, 5. Þetta hét því 7,5 volt þetta. 7 volt, 5. Og hér er bara spennugjafi og hér er takmörkunarviðnám, alveg eins og fyrir ljósdióðana og hér er dióðan í hindrunarátt, teiknum öfug og við fórum á datablöð og googluðum þetta nafn hérna og fundum út að hún þolir 0,5 watt og hún er sem sagt spennan yfir hana er 7,5 volt. Þetta er óflamalið. Svo til vatnþrýtingurinn, hann er svona I sinnum U, svona. Við þurfum að finna E. Vitum vöttin 0,5
vitum U-ið 7,5 volt og þú fundið I-ið. Þannig að hámarks-I-ið, hámarksstraumur, 100% straumur hérna er jafnt og watt deilt með U 0,5 deilt með 7,5 út úr þessu fáið í straum 0,066 ampere. Svona, þetta eru 66 milliampere. Þannig að hún þolir hérna að hámarki 66 milliampere. Þá eyðist hérna hálft watt í henni sem hiti og hér er 12 spenningjafi áfram, 12 volt hérna og þá vitum við að því að hér er 7,5 volt og hér er 12, þá sjáum við að spennan hér, hún er 4,5 volt. Þessi spennan 7,5 pluss 4,5 eru 12. Og til að finna hvað við náum stórt hér við 100% straum, það er straum hér, þá er það bara svona, R1 hérna, 100%, það er fullt álag, er þá jafnt og 4,5 volt, deilt með 0,066 ampere og þið fáið út úr þessu 68 ohm. 68 ohm. Og það er þá stærðin á R1 hérna við fullt álag. Og svo bið ég ykkur að rekna, það eru alltaf notaðir í hálfu álagi. Því að það er hitna það mikið svona, að það er bara að brenna. Þannig við þurfum að finna nýtt, við spyrjum okkur, hvað er R1 stórt viðnám sem gefur bara 0,25 watt, eða svo helmingi minni straum. Það bara lækkur straumum helming hérna, 4,5 volt, þannig að R1 50% er jafnt og 4,5 volt, deilt við þá 0,033. 0,033 ampere og það er þá jafnt og 136 ohm. Þið með líka bara tvöfalda þessi ohm hér. Það er að segja, við erum að búa til meiri þrengingu, tvöfalt meiri þrengingu og fá þá helmingi minni straum. Þannig að svarið hérna við þessu er þá annars vegar 68 ohm við fullt álag og 136 ohm við hálft álag. Og það er það sem við viljum vera hérna. Og þá er spennan hér yfir 7,5 volt og hún er ekkert að hitna mikið og líður bara vel. Þannig að þetta var fyrra blaðið í senernum og seinna blaðið í senernum. Það er að sjá, það er hér já. Og hérna, þetta er bara svona. Og já, hérna bara mælum við yfir ásina. Og ég ætla bara að taka það bara með hérna með rauðu inn í þetta. Hér mælum við 4,1 volt í raunheimum hérna, 4,1 volt og hérna mælum við 7,7 volt hér. Þetta er bara 7,7 volt og spennugjafa mælum við 11,8 volt. Svona. Ég bara byrði ykkur bara að mæla ráðsvonandi svona til að svo þið sjáu hvort hún sé að virkaði ekki. Og hér spyr ég ykkur í nummer 9, er spennan yfir D1, þetta er díóð nummer 1, svo sama og er ástimpluð á henni og svarið er já. Það er stimpluð á henni 7,5 volt þetta, 7 var 5 og við fáum 7,7 volt og það er sama spennan. Þannig að þetta ætlaði ég að fara að taka yfir með ykkur í kvöld, það er yfir þessa verklegu æfingu. Nú er ég búinn að hlaupa yfir hana.